Gott kvöld, góðir áhorfendur og verið velkomin á skjánum. Í kvöld ætlum við að fylgjast með 5. umferð í fyrstu deild hjá GTS í samfélaginu og hér munum við keppa á braut sem heitir Yas Marina, ný braut í leiknum og bíllinn í kvöld er Group 3, svo bíll sem við valið og Ingiður heiti ég og hjá mér í kvöld er hann Daniel, ertu velkominn? Já, góða kvöldið, takk fyrir þetta intro. Já, þetta stefnir í hörku spennandi reis í kvöld á Yas Marina, önnur ný braut, tvær nýjar brautir í röð, þessi í United Arab Emirates. Hvað ríkjum við? Það heyrist eitthvað lítið þér allt í einu. Nú? Já, ok. Það er eitthvað skrítið. Ekki það er engin minni frá því hvað það er. Í lagi núna, mér fannst eins og væri allt í einu ekki að tala í mækinn en það er kannski bara skýtur í eyrunum á mér. Já, það er kannski gott. Það er ekki að treysta á hennum búin að alltaf 100%. Segðu. En já, arabísku fyrstadæmin með peningabraut handa okkur. Þetta er náttúrulega nett konfekt að horfa á byggingarnar og allt í kringum þetta. Já, það er ekkert að neita því að þetta er gullfalleg braut og sérstaklega svona í myrkrinu með þessar þvílíku flóðlýsingar sko. Það var alltaf að sjá að þessi myrkur. Já, nákvæmlega. En þetta verður eitthvað, hún er braut, þetta er náttúrulega, breið segi ég, brautinn. Þannig að vera 2-wide, 3-wide jafnvel er alveg möguleiki og það eru kabbar hérna sem að bjóða upp á framúröstur þannig að vonandi skilar þessi braut í okkar fyrstu keppni á henni skemmtilegum árangri. Við náttúrulega höfum enga reynslu ennþá en who knows? Ég trú á þessu, hún er breið, hún er alltaf gerð fyrir Formúlu 1 þessi braut og allar nýju formúlubrautina eru töluvert breiðari heldur en þessar gömlu eins og til dæmis bara brautin sem við vorum að keyra síðustu keppni á sem var Formúlu 1 brautin í Kanada. Hún er bara svona eins og helmingurinn á braut með þessa nánast, flestir kaflar. Þannig að pláss fyrir framúrakstur er vissulega mun meira á þessari braut. Þannig að það verður gaman að sjá hvernig spilast úr þessu hérna í fyrstu deildinni. Og það er hægt að sjá á lífurinn hjá bílunum að það er greinlegt að mottumars þema í gangi. Spurning hvort að ökumennirnir sé með mottu líka. Það er nú eflaust margir ekki ennþá með hráefni til að safna í mottu en margir ábyggilega orðið nógu gamlir til að safna í hérna og það er náttúrulega eitthvað sem við sjáum ekki en who knows. Ert þú með mottu, Daniel? Nei, ég er ekki með mottu, ekki núna. Ég prófaði í fyrra, ég er vanalega búinn að vera alls geggjaður hérna síðustu 10-15 árum eða eitthvað en hérna fyrra ákvað ég að vera með mottumassa því að allir í vinnunni hjá mér tók þátt og þvílíka sjokkið þegar maður tók allt skeggi í burtu og skildi eftir bara mottuna. Ég svara, ég þekkti mig ekki. Já, og tala um hvað maður verið kalt á andlitinu í leiðinni. Segðu. Já, og svo þetta er bara ekki eitthvað þeng sem að gerist hérna í Danmörku, þannig að það er engin annan, maður sér ekki þessar mottur hérna sko. Nei, Danir eru slakari, þeir eru ekki eins mikið að stökkva á hérna tíðarvagnin. Hvað er títt-vagnin? Já, nákvæmlega. Þessu Íslendingar, við gerum alltaf á Facebook leið og eitthvað kemur upp, það var allir með því. Já, nákvæmlega. En bara svona, sé að spjallið er orðið virt og svona og það eru komnar spár í spjallið sem við skulum kíkja á hérna eftir smá stund en bara endilega gefið okkur thumbs up ef að soundið á okkur er í góðu lagi og ef ekki, látið okkur vita hvað má bæta en ég hugsa að þetta ætti nú að vera nokkuð solid hjá okkur. Við erum sjóaðir í þessu. Já, nákvæmlega. Þetta er ekki okkar fyrsta rodeo, eins og maður segir.
Jökull segir Himmi með pól 1.53,6. Já, ég segi Jó Eil segir hann má hækka þessi danna, við skulum gera það. Við grunaði þetta sko. Já, það er kannski ekki. Ég er að nota önnur heyrnartól núna sko, þannig að getur verið, kannski þegar ég bara hækka því sjálfur. Ég er alltaf búin að hækka smá í þér. Hvernig er hljóðið með núna? Það er ómikið. Það er ómikið. Að lækka þú aftur? Ok, maður sjá. Hvað með núna? Ég myndi að lækka aðeins meira, ég held að það sé betra að ég hækki hérna megin svo verði minna bjögun á hljóðinu. Ok. Talaðu. Hvað með svona? Ég held að við séum bara hljóttum að vera góðir hérna einhvers staðar. Já, ég er núna komin í sama level og ég var áður en ég hækkaði þannig að. Jó, ég lætur okkur vita ef þetta er on eða off. En já, Oliver spáir Triple H pódium Hilmar Hugo. Já. Og Jökull spáir Himmi Hilli Hugo. Já, þetta eru þær spár sem eru komnar í húsið. Oliver segir Himmi Hilli Hugo, já, það hafa komið. Og Jói segir flottir svona, þannig að ég er ready to go. Snildin einn. Já, en þetta verður áhugavert. Fyrsta keppnin okkar á þessari braut og hérna stór skemmtileg deild. Og það er spurning. Hilmar náttúrulega gerði mjög góða hluti í síðustu keppni. Kom sá að sigra í Kanada, tók sinn annan sigur á tímabilinu, hann vann fyrstu keppnina líka og við það skellti sér upp í fyrsta sæti í stigum. Já, nákvæmlega, já, ég hef ekki stigatöflunum fyrir fram en núna, þannig að ég get ekki skoða hana. Hannes sem er annara stigum, 70 stig. Síðan kemur Hugo með 58 og eftir Hugo er Hilli, síðan er Ársæll, 7. Sindri, 7. Jónægir, 8. Toppi, Þorfinnur, hann er ekki með í kvöld, ég veit það, hugsaðlega einhverjum fleiri. 9. Gretar G, Haukur Ingi, 10. og Gunnar Karels 11. Brynja Péturs 12. Ég held hann sé hættur. Síðan er það Steini Svöns og Davíð Adam sem er komin upp í úrvalsdeild. Og í liðakeppninni er það Kaldi Racing Team sem leiðir. Bísik Racing Team er í öðru sæti. Arctic Retro Rewind Racing er í 3. Síðan er Tractive Racing, Kraftula Racing, Lava, Ramroad Racing og MS Racing. Þannig að þar eru komin með allar tölfræði á hreint hérna. Bergur Freyr segir Himmi Hilli Hugo. Það er mjög mikið verið að spá hérna 3 háunum. Þetta er bara eins og síðan gerði. Já, ég er að fara yfir hérna spjalli hjá okkur, sjá hverju verða ekki með alveg staðfest, en það er náttúrulega það er hérna Hannes er ekki með í kvöld og hérna Ársæll ekki heldur og Toppi eins og þú sagðir, hann er ekki með og miðað við með það sem hann segir hérna, þá verður hann bara ekkert með útdeildina. Já, leitt að sjá góða ökumenn hverfa í burtu, en svona er þetta bara, menn þurfa að hafa tími í þetta. Já, nákvæmlega. Það styttist í þetta. Það lítur út fyrir að það verði bara 7 keppendur í kvöld. Já. Það er fámynd þessa keppnisökuna hjá okkur. Já, ég man hreinlega ekki eftir að hafa séð svona fáa í fyrstu deild áður. Nei, og svo var líka mjög fátt í opnudeildinni á mánudaginn og líka 4 á braut þar. Eru menn hrættir í nýja braut? Hvað er málið? Who knows? Kemur í ljós. Já, það kemur í ljós. En það er, ég sá þannig að poppa upp
3 mínútna aðvörun og það þýðir að þetta er bara alveg að fara að gera sjá okkur. Tímatökur að fara þetta í gang eftir 2 mínútur. Já, það verður eitt lobby reset fyrst og síðan tímatökur. Bergur Freyr segir Himmi, Hugo, Hilli. Leiðrétti spána sína. Jói segir Himmi, Hugo, Gretar. Þannig að, já, það eru ýmsar skoðanir á þessu en Hilmar og Hilmar, eða Hilli, þeir eru vinsælir hér í spá kvöldsins. Svo er líka spurning, sko, ég er ekki ennþá búinn að átta mig alveg á því, sko, hvaða bílar eru góðir á þessu braut. Nú er ég bara búinn að keyra hana mjög lítið og ég er ekki ennþá búinn að svona átta mig á því. Er þetta MR braut eða er þetta FR braut? Hvaða bílar eru sterkir hérna? Er þetta nokkuð jafnt yfir grúpuna? Annars finnst mér nú bara svona eins og staðan er í dag. Mér finnst svona ekki eins mikið svona einhver OP-bíl, einhver metakar sem allir keyra á langbestu. Svona aðeins jafnara yfir heildina. Er það bara ég eða ert þú að Nei, ég er alveg sammála á því. Það er búið að vera alveg gríðarlega góður balans á Group 3 keppninum, sko, á Group 3 bílinn. Já, það virðist vera meira undir ökumannunum komið, eins og er náttúrulega alltaf heldur en bílum. En það er engin svona einn bíl sem að besti ökumaðurinn getur bara farið á og rústað keppninni, sko, William. Nei. Þannig að hann rústar á bara nánast sama hvaða bíl sem að er valinn. Það er náttúrulega alltaf einhverjir bílar í Group 3 sem að eru algjörlega vonlausir. Jú, vissulega, en sem betur fyrir eru dagar að búnir þar sem að ef þú keyrir ekki Toyota Supra GTR þá áttu ekki séns. Já, nákvæmlega. Og þetta er líka búið að, eins og ég segi, mér finnst bílavalið opnaðist heilmikið með að breyta í rolling start, sem sést bara á hvað eru margir Porschar á braut. Það sé svona nærtækasta dæmið. Já. Já, ekki það, sko, ég fíla standing start líka, sko, þetta er bara gaman að mixa þess aðeins upp. En það er restart, krakkar. Það er lobby restart, bíðum eftir að Sindri komi og svo hendum við í tímatökur. Ég sé að Jökull, hann er í spjallinu. Hvað segir þú, Jökull? Er þetta MR eða FR braut? Og þá erum við bara basically að detta í qualifying. Þetta eru 10 mínútur af hörðum akstri. Eins og sjáum þá er smá birta í gangi núna. Þetta áttur að breytast í fallegt kvöld og eftir. Já, það er nú varla munur á kvöldi og birtu hérna á þessari braut. Já, ekki kannski að horfir í malbyggi en ef þú horfir upp, sko. Já, það er rétt. Hún er eiginlega hönnuð þessi braut fyrir að líta út vel að hvernig til. Já. Svona eins og að labba inn á svona nýstaflegan bar sem er allir í svona bláum og fjólubláum neonljósum, svona daufri lýsingu en samt, þú veist, næs. Já. Hérna sjáum við heila stórglæsileg Mottumars Arctic Iceland bíl. Arctic Retto Rewind Racing. Valli hafi ekki hamnað hýðið á þennan. Það er alveg góða líkur á því. Hann er nú lengi vel gert mjög falleg livery þekktur fyrir það. Já, ekki tekindi það. Það er mjög góður livery smiður.
Ferrari glænýjum. Tekur sér vel út. Hilli á heiðurinn þessi lífri, segir Jón Anton. Já, ok. Herru, já, hann hérna neglir bara niður skiltin. Er þetta viljandi til að trufla hina ökumennina? Það held ég nú ekki. Ég held að þetta sé bara leiðin til þess að taka þessa beygju. Ég er búinn að sjá þetta núna í öllum keppninum. Það er svona alveg svona, þú veist, þegar eru svona fróðurplást skilti meðfram brautinni, þú veist, þá getur þetta alveg verið trikk í bókinni til að hérna fokka í bremsupunktunum hjá ökumennum að kippa þeim út, sko. Já, það er svo sem alveg möguleiki að það sé eitthvað svoleiðis í gangi. Sjáum við hérna hægasta beygjan á brautinni. Lítur út þokkalega. So far, so good, eins og maður segir. Já, þetta er pínu skömma ef við erum ekki að sjá fleiri en 7 hérna á braut. Já, veit nú ekki hvað veldur. Menn leggja á sig ýmislegt til að komast upp í deild og aðrir sitja hjá að bíða og svo er bara hálft hús. Já. Já, búið að vera svolítið brottferðir í fyrstildinni. Jóhann Ingi segir Himmi, Hilli, Jónær. Já, það væri nú gaman að sjá Jónær á pallnum. Já, ég tek undir það. Og þannig að ég ætla bara að spá honum sigri. Ég ætla að segja Jónær, Hilmar og Hugo. Já, vá, hvað Hilmar var að setja góðan tíma miðað við hina. Næstu sekundur hraðari. 1:53.861. Má ég breyta spánni minni? Svo náttúrulega í kappakstursheiminum, krakkar, það er Race Week, formúlan er að fara að byrja. Eru menn ekkert spenntið fyrir því, eða? Jú, ég er alveg spenntið fyrir því. Ég er bara mjög spenntið fyrir því, eins mikinn vara, eða þú veist, óviss sem maður er með þessar nýju reglubreitingar. Mér finnst þetta svona, allt þetta batteri í dæmi er pínu að begga mig, sko, en jafn lengi og ég fæ góða keppni þá er ég sáttur, en ég er gríðarlega spenntur að sjá hvernig þetta spilast út, sko, en pínu áhyggjufullur eftir æfingarnar. Já, ég get tekið til það. Þetta virkar á mig eins og þetta sé ekkert rosalega, hvað er það að segja, keppnishæfir bílar þegar aðal keppnin er bara hver getur sparað mesta batterið. Það er svolítið anti-racing að keyra hægar í beygju heldur en hún getur gert til að hlaða eitthvað batteri. Akkurat, það er ekki það sem maður vill sjá, sko. Nei, það er nefnilega málið. En bílarnir líta vel út og það verður volandi spennandi tímabil. En já, ég er gríðarlega spennt fyrir þessu. Ég var að klára að horfa á Drive to Survive bara hérna rétt áður en við hoppum í lobby. Þess að pumpa manni upp. Já. Ég er reyndar aldrei hort á þá seríu. Hilli er búinn að minnka bilið niður í 0,3. Sjá hvað það Hilmar bæti tíma sinn. Hún gerir það ekki. Hilli er hins vegar á bláum, hann er að bæta sig og ef hann heldur áfram að bæta sig þá er ekkert langt í Hilmar, þannig að hann er alveg halfway there með 0,150 upp á sinn tíma. Hann vantar bara 150 í viðbót eða 150, þá var hann kominn bara á sömu 100 slutana og Hilmar.
Bergur með hérna tíðindi úr áhorfsheiminum. Það gæi með yfir 100 subscribers að horfa. Það munar ekki það. Við erum að fá like frá honum. Já. Og minna alla á að likea. Það vil ekki koma með einhverja af þessum 100 subscribers yfir í þessu útsendingu? Segðu. Hilmar bara komin inn í pit. Já. Hilmi að klára sinn hring, spurning hvað gerist. Það bætir sig ekki. Hvað gerir Hugo? Hugo að koma yfir línuna. Hugo bætir sig ekki, nálætti. Spurning hvað að frétta hann Jónæi. Hann situr í 4. eins og rúmri sekundu fyrir aftan besta tíman. En tæpum 4/10 hlutum á eftir Hugo. Þannig að gæti hugsanlega hoppað upp einhver sæti ef hann með góðan tíma. Mér sýnist hann nú samt ekki vera á fullri gjöf eins og staðan Nei. Sannlega ekki. Hann bara eitthvað að rúnta. Þetta hljómaði rosalega norðlaust. Ég heyrði það bara leið sagði að rúnta. Hann ætla kannski að ná einhverjum svaka hring. Já, ég held að hann hafi verið að búa til bil yfir í hann Sindra. Hann var að nálga Sindra svolítið hratt. Við ættum kannski bara að taka einn hotlapp með honum Jónæi, svo hvernig hún gengur. Og hann að bæta sig. Og bæting á fyrsta sektor. Já. Gæti komist upp yfir Hugo ef hann heldur þessu róli. Já. Þetta finnst mér síst skemmtilegasta beygjan á brautinni sem hann að keyra í núna gegnum. Og hann Jónæi Gretar að bæta sig. Já. Fór upp fyrir Jónæi. Jónæi ennþá að bæta sig, þannig að hann kannski vantar aðeins upp á og hann ætlar að fara upp fyrir Hugo. Jónæi á seinasta hringnum sínum. Já, það bara allir á síðasta hring núna. Hugo komið með refsingu á þessum tímatökurring, þannig að hann örugglega ekki að fara að bæta sig. Jæja, sáum hvað verður úr þessu hjá hann Jónæi. Það hann að halda þessum tíma sem hann kom með. Hann að hoppa upp fyrir? Já, hann bæti sig. Hann rétt svo bæti sig. Rétt svo bæti sig, hann hoppa yfir Gretar, en Gretar náttúrulega á tímatökurring, þannig að sjá hvort að hann sé að bæta sig líka. Hann þarf að bæta sig rúma 200 hluta á sekundu til að komast upp fyrir Jónæi. Það nú ekki mikið. Smá bót gerir mikið. Hann nálægt í, hann 0,09 á eftir sínu besta tíma, en bara einn góður sektor geti virkilega að flippa því yfir. Þetta svo rosalega lítill tími sem þarna á milli. Jæja, hérna hann í síðustu beygjunar. Hvað hann gerir. Já, bæti sig upp fyrir Jónæi aftur. Sko, hann bætti sig 0,036. Það dugaði. 300 hluta á sekundu og hann nægði. Vel gert. Þá allir
búnir og þá Já. bara að bíða eftir að tíminn rennur út þar sem að Hilmar í pit. Algjörlega. Þarna kom það. Og hér hafið stöðuna, það Hilmar sem að toppar tímatökur með 1:53.861. Annar Hilli, Hugo þriðji, fjórði Gretar G, 5. Jónægir, Sindri 7. og Gunnar Karlsson í 7. Þar hafið þið það. Þetta okkar 7 ökumenn á línunni í kvöld í þessari röð. Þannig að það var ekkert annað að gera en að bíða bara í 3 mínútur og geta allir tappað af eða ná sér í kaldarinn í ískáp. Og meðan að við bíðum, þá skulum við kannski bara fara yfir þau fyrirtæki sem að styrkja okkur. Og það muni vera leið og ég sé þetta hérna. Það Lavasjó, Gullfiskur, Arctic Iceland, Crafty, Otto Center. Þau eru nú búin að styrkja okkur bara frá upphafi held ég. Þakkum þeim fyrir. Kraftvilar, GT Akademían og Kaldi. Þetta úrval fyrirtækja sem við ættum eftir bestu getu að eiga viðskipti við eða þurfum við að versla eitthvað sem þar boðið upp á því að stuðningur við þetta sport ekkert sjálfgefið dæmi og við erum mjög þakklátt fyrir að fá smá stuðning, ekki spurning. Varst þú komið með spá, Daniel? Nei, ég er ekki komin inn að spá. Ég bara veit ekki hverju með að spá. Ég ætla að segja Jóna ég náði að vinna sig upp í 3. sæti. Það er svona eiginlega eina sem ég ætla að spá. Ég ætla að segja Jóna ég taki 3. sæti. All right. Mér líst vel að það. Jafn lengi ég fæ góða baráttu þá ég sáttur. Nákvæmlega. En hann, Hugo búinn að biðja 2 auka mínútur í interim. Ég ætla nú að leiða honum það. Nú, þess má geta að Bergur Freyr og Oliver náðu spánni rétt. Ég held þið væri að spá samt úrslit á keppninni, ekki pól. En já, til hamingju með það. Danni kemur til með að senda ykkur kassa af bjór frá Danmörku. Nei. Já, nákvæmlega. Kostar nú ekki mikið. Fær maður kalda í Danmörku? Það hef ég ekki séð hingað til. Danmörk að missa af því, sko. Já. Herru, það bara komið að þessu hjá okkur. Já, ég ætla að fresta þessu 2 mínútur fyrir Hugo. Já, alveg rétt. Bara smá. Jóna ekki alveg sátt með það. Hann er ólmur að komast upp í 3. sæti. Hann hefur ekki fengið memóið. Jú, hann fekk memóið. Hann er að reyna að breyta memóinu. Það sko, ef við spáum aðeins í stigabartuna, þá eru hérna, það nú ekki mikill munur. Hannes ekki hérna, hann munurinn kast. Hann í öðru sæti, en hann má missa eina keppni og þetta væntanlega fyrsta keppni sem hann að missa. Þetta þarf ekki endilega að skipta máli í stóru myndinni, en frá 3. sæti og niður í
5. sætið ekki nema 7 stiga munur. Hugo með 58, Hilli með 52 og Ársæll með 51 stig. Þannig að, og síðan ef við tökum sko 7. sætið og 7. sætið, þá eru bara 2 stig þar á milli, það Sindri og Jónægir. Sindri með 40 stig, Jónægir með 38. Og svo ef við förum í 8. sætið, þá mjög jafnt hérna í neðri baráttunni. Toppi með 30, Gretar G með 30, síðan Haukur Ingi 25, Gunnar Karel 20. En já, þannig að það getur orðið einhverja sviftingar í stigatöflunni eftir þessa keppni, ekki spurning. Ég búinn að setja þetta raus á stað. Jep, mér líst vel á það. Það var beðið 5 mínútur og þær eru liðnar. Þannig við vonum að allir séu klárir á ráslínu. Það eru lagðir af stað, þá bara býðið til niður talningunni. Og það ekki eftir neina að bíða, þannig að ég segi bara enn og aftur, let's go racing! Jæja, Gunnar Karel sá ég byrjaði bara í miðri beygju og fór bara beint áfram út í beigjunni. Já, það einmitt sko 7. sæti sem að byrjar að vera pínu eftir á í rolling startinu af því að þeir eru í miðri beigjunni hana. Hilmar byrjar á Racing Soft. Hilli, og Hugo næstu farin aftan á hann, reddaðist. Hilli á hard og Hugo á medium. Við erum með 3 dekkjategundir í fyrstu 3 sætunum. Það ekkert annað. Ég held að Hilmar hafi kannski mögulega glemt að skipta dekk. Það mjög ólíklegt að hann hafi viljað byrja á Racing Soft. Já. Hugo hérna að taka ytri línuna en já, bara bremsa seinna og næra. Þá Gretar komin í hennar slag, bara beint fyrir aftan Hilla líka. Gretar á hard, alveg svo Hilli. Jónægir á hard líka, Sindri á medium. Þetta uppi Jónægir og Gunnar Karels á hard. Við sjáum hérna Gretar að reyna að taka ytri línuna á Hilla. Það bremsar aðeins svo seint þegar að fara hérna kom frá hans línu. Getur tekið Sutsarú. Nei, ekki alveg nógu exit í það. Það pressa á Hilla. Gretar á hörðum, Hilli á hörðum. Þannig að það má svo sem búast við því að þau sem eru á mýkstu dekkjunum skilji sig aðeins frá. En svo við sjáum, Hilli vel út fyrir þarna. Já, ég veit að tracklið mitt séu svolítið svona á sumum stöðum svolítið lauslega þessari braut. Já, það alveg óhætt að segja að þau eru svolítið frjálsleg að brautarmörkin sumstaðar. Já. En þú veist, stöðum þar sem þú ert hvort þér ekkert að græða það. Já, það alveg rétt. Mér finnst það oft, þú veist, ég ætla kannski ekki að segja endilega með öll brautarmörk þessari braut þar sem ég er búinn að keyra hana lítið en ég stundum óþarfið að rassa fyrir eitthvað sem að þú ert að gera í mistökum og tapa tíma á þegar. En auðvitað allt sem að hjálpa ætti að vera refsingavert þegar kemur að brautarmörkum. Hugo að hanga mjög vel í Hilmari þrátt fyrir að vera á medium og Hilmar á hérna soft. Já, mjög gott pace á Hugo sko. Já, og mikill pressa hjá Gretari á Hilla og hann með Jónægir fyrir aftan sig. Jónægir á hörðum. Ég held að sé bara allir aðrir á hörðum. Nei, Sindri á medium. Já, ég held sammálaður, hann hlýtur að hafa bara glimt að skipta dekk. Mér þykir ólíklegt svona í klukktíma reysi að starta á soft sé planað. Já, þeir einmitt sögðu hérna að þeir báðu með þessar 5 mínútur hérna út af því að
hann skrapp frá aðeins, hann Hilmar. Það sannlega bara rétt náð að setjast í stólinn og hæga keppnina og bara leið þeirra svo oft. Já. Sindri að pressa hérna gríðarlega Jónægi og með innri línu en hann lætur sig ekki vaða. Hörku parþvara, er eitthvað að missa einhverju hérna fyrir ofan? Nei, ekki eins og þetta aðalslagurinn okkur núna. Það svona rétt fyrir framan annan, þá náttúrulega Grétar að elta Hilla uppi, en það ekki eins close eins og hérna, þar sem að Sindri var bara liggur að dýfa sér á innlínu á Jónægi. Já. Sindri að láta þessi Mediodek vinna fyrir sig núna. Heldur betur. Jónægi tekur varnarlínu, sussar yfir í akstuslínuna þarna, en ætlaði ekki að gefa færi á því að og svo Jónægi með betra exit hérna. Vestur hjá honum hefði. Ég skal fylgjast með hann á milli Grétars og Hilla meðan að þú fylgjast með Jónægi og Sindra. Maður sér það svona í víðuskottunum hvað er að gerast að undan sér inn á milli. Já. Allavega þetta section af brautinni náði Hilli að taka töluvert betur heldur en Grétar og náði að búa til svolítið bil, sko. Þarna fór Sindri aftan Jónægi. Já. Og hann hæði væntanlega á sér því að hann græddi ekkert á þessu. Og enginn með skemmd eftir þetta. Nei. Við fá smá endursýning á þessu. Síðastu borði á Sindra, sjáum þeir að koma henni í síðustu beina. Og búps, aftan á. Sjáðu já, hann slakkar á og býður eftir Jónægi. Þannig að engin skaði þarna á ferð. Þannig að smá tímatap hjá hann báðum. Hilli virðist vera búinn að búa til smá bil á Grétar. Það er rúm 1,5 sekúnda. En Hugo er að hanga mjög vel í Hilmari. Það er ekki nema sekúnda á milli, það er 1,5. Já, og dekkin hjá Hilmar eru strax orðin alveg vel stittir. Já, það er spurning sko á hvaða tímapunkti fara softdekkin að missa grip. Já, ég myndi, hérna Hugo að setja 4 sektor, en ég myndi segja að núna bara á þessum tímapunkti séu dekkin sennilega softdekkin að fara að vera komin bara í að vera á að svipu peysu og lítið slitið miðjumdekk eins og Hugo er á. Já. Ef þetta eru mistök hjá honum sem ég gerum nú ráð fyrir að starta á soft, þá væntanlega þarf hann bara að bæta það upp með aðeins fleiri ringjum á hard. En dekkjaplan, ég hef ekki hugmynd hvað menn eru að hugsa í dekkjastratti. Kannski einhverju spjallinni getur frætt okkur hvað eru líklega strött. Er hægt að taka wallstopper, eru menn að taka hard medium, hvað er verið að taka á æfingum þessa dagana? Getið þið frætt ykkur það? Það væri fróðilegt að vita. Ég allavega Hugo var að setja hraðasta hring og ég veit að það var eitthvað two-stoppera í keppnunum í gær og fyrradag sem að er óvenjulegt fyrir þessar hálftímakeppnir. Já, voru þetta ekki flestir á einu stoppi, eða? Jú, sennilega, en það voru einhverjir sem fóru á softfit. Já. Og það var kannski bara að opna, ég er ekki alveg kláraði. Þetta á allt eftir að koma í ljós. Bergur segi Softex springa á 8. eða 9. hring.
Ívar Eyþórs segir hard er möguleiki, líka hard medium. Ég veit að strákanir í úrvalsdeild vilja ekkert segja okkur hvað er best af því þau eru eftir að keppa. Þannig að við fáum svona bag of goodies, hvað er í boði. Bergur segir líklegast medium, hard eða hard medium. Já, svona já, það er svolítið svona þumabutta reglan oft í þessum keppnum sem eru klukkutími. Að menn eru að taka 2 á medium, 2 stint á medium og 1 á hörðum. Hilmar tekur væntanlega soft, hard medium, myndi ég halda. Hugo er alveg on a roll núna, sko. Spiluðu milli hans og Hilmar sem komið undir sekundur. Nú er bara pressan komin á, sko. Að gera líka að nýta sér þetta fyrir Hugo, sko, og meðan að Hilmar er, þú veist, hvað kallar maður það? Það er auðvitað að höggja á hann á hérna dekkjum sem eru byrjað að slitna mikið þegar hann er í góðum gír ennþá og halda press og reyna jafnvel að fá einhver smá mistök til þess að hafa áhrif á rennið hans. Ekki bara að hann eiga auðvitað leið að fyrsta pitstoppinu sínu, heldur aðeins að láta hann hafa fyrir þessu. Já, nákvæmlega. Go! Hilli að slæta hann út beygju sama tíma og ég skipti yfir á hann. Jóna er komið segt og Sindri kominn í skotti á honum. Já, Sindri er þá að fara að ná fram á honum. Þegar Jóna er tekur út af refsingu. Það lítur út fyrir það. Það er alveg að koma þessu, hann tekur út sektina hérna eftir smástundan. Jóna er hálf sekúnda en það er allt sem að Sindri þarf. And there he goes by. Það var spurning hvort að Jóna vilji fara að svara fyrir sig og ná fram og aftur. Eða hvort að Sindri sé bara að fara að stinga af á miðjumdekkinum. Ég er nokkuð vissum að hann vill það, sko. Það er eitt að vilja og annað að framkvæma, sko. Já, sérðu dekkin núna hjá Hilmari, þau eru alveg búin. Já, sæll, það er ekki mikið eftir þessu. Hann tekur samt annan þingi viðbót. Já. Ég gefa þessu svona 1, max 2 hringi viðbót. Já, ég hendur aldrei að fara að vera með neitt, sko. Á slitnum softdekkjum, hann á 7. hring, sko. Það sést að Hugo er að sækja vel á hann núna, sko. Það heldur betur. Sérst það sem borð hjá hann Hugo. Já, bremsa seint hana og þarf aðeins að víkja svo hann fari ekki aftan á. Hilmar beygði hana til hliðar. Leysti bremsupunktinn sinn væntanlega. En það er nóg eftir að mediumdekkjunum, sko. Já, það er heil hellingur. Alveg, sko. Ekki spurning. En það, sko, ef að þetta geti spila svolítið vel upp í hendunar á Hugo ef að Hilmar endar að við þurfum að keyra lengur á hard heldur en hann með að við hvað hann er búinn að halda bílinu litlu frá byrjun. Maður hefði kannski haldið á fyrstu 4-5 hringjunum myndi Hilmar búa til alltaf 5 sekúndna bíl. Svona ef við miðum við sekundu á hring hraðari á dekkjunum og hann fer henni inn í pit. Og Hugo tekur í forustinni. Þannig að já, þetta lítur vel út fyrir Hugo eins og staðan er. Hann er að keyra vel og
gæti verið að hjálpa honum þeimur meira þessi dekkjahræringur á honum Hilmari. Þegar núna er Sindri síðan bara að sækja vel á Gretar. Það ekki Gretar að elta upp í Hill á hann? Jú. Heyrðu, og Sindri er bara að fara að taka fram á honum minna, en Gretar fór svolítið vítt. Já, Sindri bara komið fram úr. En Gretar hins vegar heldur áfram að sækja. Það er að reyna að sína sig svolítið hérna á innri línunni en fer, nei, við náðum ekki að fara inn í línuna þarna. Sindri með aðeins betra exit. Jónægir hins vegar kominn aftan Gretar og er að taka fram á honum. Með innri línunni í næstu beygju. Þetta er bara dragrið hérna niður. Nákvæmlega. Jónægir já, eða hvað? Jú. Já, heyrðu, vá, ok. Hvað er þetta? Jónægir hefði nú alveg getað haldið þessu, ef að... Já. Þetta var svolítið, við þurfum eiginlega að fá endursýning að þessu, setjast borð hjá honum. Það var alveg engin snerting, það var bara eins og Jónægir hafi verið að gefa Gretar eiginlega aðeins svo mikið pláss, sko. Já. Ekki nema bíllinn hans hafi kannski bara verið aðeins að kastast til hérna, ég veit það ekki alveg, sá ekki nákvæmlega hvað var að gerast. Já, þetta er sérstakt. Fannst þess að Gretar var í góðri stöðu á hann, en svo þegar Sindri náði hann, þá svona pínuleið minn eins og hann væri að keyra hægar en hann ætti að gera, en það er spurning hvað er í gangi hérna, en fáum snöggvast endursýningu á þessu atviki þarna. Setjast borð hjá Gretari hérna. En núna fyrir Gretar inn í pit. Hann kasta hörðudekkinum. Og Jónægir líka. Já, ég held að Jónægir bara skriki smá til á gjöfinni þarna. Svona... Já, ég held að það hafi verið eitthvað svoleiðis sem gerðist. Já, það... Herru, og Gunnar Karel kominn út í vegg, það er bara hérna mayhem á brautinni. Já. Ég langar að sjá þetta frá einu öðru sjónarhorni aftur. Já, það er engin kappastur eða svona engin close barátta á brautunum. Jú, segi ég þetta, þá er Jónægir að taka fram úr Gunnar Karel, en Jónægir nýkominn út úr bit á hérna mediumdekkinu. Hann hefur tekið minna bensín heldur en Gretar og er þar af leiðandi búinn að taka fram úr Gretar í pittinum. Já. Það eru sviftingar hér á brautinni, ekki spurning. Við skoðum replayið að þessu aftur frá hérna öðru sjónarpunkti og þetta var greinlega, þetta var bara obvious. Jónægir gerði bara smá mistök, fór að gjöfina á milli beygjanna, strikkaðist til og það opnaði dyrnar fyrir Gretari sem að þáði boðið. Já, og Gretar núna komið fram á Gunnar Karels og hérna hefur núna 2,5 sekundu til þess að sem hann fara að vinna á Jónægi. Og Hilmar er náttúrulega búinn að ná Sindra núna eftir að hafa farið í pit af softdekkinum. Hann er að medium, hann á enda eftir að taka harddekkin en Hilmar. Já. Sjökkum á því. 4. sæti, kominn í skutið á Sindra. Sindri á notum medium, Hilmar á glænýjum medium tútum. Pressan er mikil. Fer vítt hana, Sindri. Spurning hvort hann hafi gert þetta viljandi til að vera ekki að trufla, vitandi að þeir eru ekki í baráttu þannig séð. Hann hafi fulla rétt á því að verja og veit hann á eftir að fara í pit og Hilmar var að leiða keppnina, þannig að oft sína menn tillit sem og er ekkert að gera hlutina erfiðar en þeir þurfa að vera. Sýnist svona að það hafi verið mál í honum Sindra þarna. Já. Fá að teika bara Hilmar aðeins í staðinn. Það er nú að styttast í að Sindri þurfa að fara í pit. Hann er
dekkin hans orðin svolítið vel slitinn. Já, hann orðið svolítið laus, það maður sér það í beigjunum. Í hægu kröppu beigjunum hann aðeins laus bílinn hjá honum. Hvernig staðan á honum Hugo, hann á miklu meira eftir að dekkjunum heldur en Hilmar, hann heldur en fyrir ekki Sindri sem að metjum líka. Þannig að við búast við að hann keyri einhverja 2-3 hringi viðbútt allavega. Hilli, sko, ef við horfum á dekkin núna, við erum að horfa á dekkinu á Hilla sem er á harðum og svo Hugo og það er ekki rosalega mikið munur þar á milli. En Hilli hins vegar komin inn í pitt að losa sig við harddekkin. En Hugo finnst það að fara mjög vel með sín metjum. Já, hann er að kvísla þessi dekk, sko. Þetta er rosalega vel gert hjá hann. Hann er að láta metjumdekkin vinna fyrir sig, sko. Nákvæmlega. En bilið á milli hans og Hilmars er bara 16-17 sekundur. Er pitturinn svona stuttur eða er Hilmar bara búinn að vinna sig svona mikið við? Það er spurning, sko. Þeir eru nú ekkert, alveg þokkalega löng útkeyslan úr pittinum. Já, en útkeyslan líka sleppir svolítið miklum part af brautinni. Já, það getur verið blekkjandi. En hann kemur út í 4. sæti hann Hilli og 24 sekundum fyrir aftan Hugo. Hilmar er hins vegar 16 sekundum fyrir aftan hann. Já, ég bara... Sá að hann var á fjólubláum sektor á hann, sko. Getið þið frætt mig í spjallinu, fróðir menn, hvað pitturinn er langur? Kannski úrvaldsdeildarmenn vilja ekkert gefa það út heldur. Menn eru alveg tætt-lipt á öllum upplýsingum hérna. Það var það þægilega við það, sko, þegar úrvaldsdeildin var á sínu tíma á mánudag. Já, þegar úrvaldsdeildin var á mánudaginn. Já, þá voru öll leyndarmál komin upp á yfirborðið strax. Það var miklu auðveldara að spá fyrir restina. Já. Herðu, skulum fylgjast með því hvar Hugo verður miðað við Hilmar þegar kemur pitt. Hugo er náttúrulega eftir að keyra, sko, undir brautinu og sleppa alveg ákváðum part af brautinni, sko. Já, hann er farin á stað. Já. Það voru tæpa 16 sekundur á milli þeirra þegar að hann er ekki fyrir framann Hilmar. Hann kemur út í 3. sæti. Já. Strax fyrir aftan Sindra. Hilli hann að slæta, við náðum því flottu. 8 sekundur fyrir aftan Hilmar, já, byrjuð það var... Hvernig getur þetta verið? Það voru 1,5 sekund á milli þeirra þegar Hilmar fór í pitt. Eða kannski því að Hilmar þurfti ekki að taka eins mikið bensín. Hann fór svo snemma. Svo er náttúrulega búinn að keyra á glæni ekki einhverja hringi líka. En 8 sekundur, já, þetta er meiri munur heldur en ég átti von á. Já. Hugo fór aftur á medium sem þýðir að þeir eiga báðir eftir að taka harddekk. Já. Hilmar er núna á svaka peysi með rosalega góðan sektor á hraðasta hring. 0,2. Sindri hérna á handónutum medium. Hilli komið fram úr. Var hann að samloka á milli þeirra beggja á 9 dekkjum. Þá er Hilli farin að sækja Hugo. Já, þetta er bara þann á brautinni eins og staðan er. Ég verð að viðurkenna að ég er hissa hvað Hugo kom út langt fyrir aftan Hilmar, sko. Ég bjóst við að við yrðum nær. Gæti verið að það hefði átt einhver mistök og eitthvað sem við mistum af. Það er möguleiki, já.
skoða hringtímana hjá honum. Nei, þeir virðast vera allir mjög steady, sko. Það er engin hringur sem er nokkrum sekundum hægari, sko. Hilmar er búinn að taka hraðasta hring. Já, Hilmar er náttúrulega með sko halvan tanga meðan Hugo er með rétt tæplega 3/4, þannig að þegar Hilmar fer inn í pit næst þá þarf hann að taka meira bensín sem að á eftir að kosta hann einhverja sekundur líka. Já, það er alveg tímafrekt að taka bensín, sko, þannig að þetta alveg getur verið nokkra sekundur. En hún er Sindri að koma út úr pit í 7. sæti. Hugo slætaði aðeins þarna í keninu og það er bara núna er Hilli kominn hérna alveg í skottið á hans. Já, hún virðist vera svolítið trikki, þannig að menn eiga til að missa bílana smá lausa í þessari beygju þannig að. Og auðvitað verður... Hilli... Já! Lætur að stikkað utan, hann hafði þessum töluvert betra entry og þar lendi betra exit líka út úr beiginni. Hann kom taka fram úr Hugo og komur fyrir annað sæti. Þetta var rosalega flottur framárástur. Hann sá mistökinni á Hugo hérna í chikeninu og bara nýtti það. Það var bara eins og hákarl sem fann blóðlykt í vatninu. Já. I smell blood. Nú bara að sjá hvað Hugo gerir. Hann þarf bara að festa sig við Hilla, ekki láta hann sleppa frá sér. En taktu eftir því að þú kíkir á bensínstöðunni hjá Hugo versus Hilla og Hilmar. Hann er að fara að græða svo mikið þegar að þeir farin í pit fyrir seinasta stittundi. Þeir eiga náttúrulega eftir að taka annað stitt. Allavega Hugo og Hilmar þeir eiga eftir að taka hardekki. Hilli byrjaði á hardekki. Jú. Þannig að já, ég efast hann sé að fara að ná að taka þessar 17 hringi viðbót á medium. Það er mjög hæpið. Já, ég myndi halda það. Þannig að þeir eru allir eftir að taka annað pitstop. Og Hugo verður svo sem græðir mest á því upp á bensínstöðu. Sko, bíllinn er ekkert að eyða það miklu bensíni á Hugo og meðal í hinna, heldurðu? Nei, vantarlega ekki. Nei, ég held ekki. Ef þú ert með bíl sem eyðir meira og þarf til að taka meira á hann og eyðir meira tíma í pittinum, þannig að, þú veist, en nei, varla. Það lítur að hafa tekið bara aukalega. Ég veist að það sé eitthvað svoleiðis í gangi, sko. Hilli er greinilega búinn að finna gott form hérna, hörku aftur hjá honum og er að slíta sig frá Hugo, komin í rúma sekundu. Það eru núna einmitt topp 3 allir á mediumdækjum. Og topp 5 er á mediumdækjum. Það er bara Sindri sem er á hard. Jónægir 4., Gretar G 5. Sindri 7. og Gunnar Karels 7.
hann neitar að sleppa honum alveg, hangir í rúmri sekundu fyrir aftan hann Hilla, hann Hugo. Já, það er þetta samt. Hilli er svona aðeins að sækja. Það vísir þarna að gera smá mistök út í beginni. Og Hugo er bara komið mjög nálægt honum núna. Svo náttúrulega þurfum við líka að taka inn myndina sko, ef við berum saman sko Hilla og Hilmar 10 sekundur. Gerir ráð fyrir að Hilmar þurfa að keyra lengur á hörðudækjunum heldur en hann hefði þurft að þess að byrjaði á soft. Það gæti spilað hlutverki í þessu. Algjörlega. Svo getur verið að hann líka kvísli mediumdekkin svolítið vel. Ég sá að Hugo náði að kvísla alveg verulega vel mediumdekkin, sko. En þetta virðist allavega að spár alltaf standa. Það verða þarna triple H í fyrstu þremur, sýnist mér. Það er spáið mínum að Jónair myndi ná 3. sæti, virðist ekkert að ganga upp. Það ekki vera neitt aksjón á brautinni. Kannski þeir sem eru næstir hvorum öðrum eru Hilli og Hugo. Bílið virðist þeirra svona eða yfir 1,5 sekundu, aðeins að aukast. Já, það er eiginlega pínu áhugavert sko hvað Hugo náði að hanga í Hilmari á softdekkjum. En svo er hann á móti medium núna og hann virðist ekki alveg vera að hanga eins vel í honum Hilla og hann gekk að hanga í honum Hilmari. Þetta er nákvæmlega. Þetta er pínu áhugavert. Já. Bilið er búin að minnka sekundu, þannig að sko hraðasti maðurinn á brautinni akkurat núna er Hilli og ef þetta heldur áfram eins og þetta heldur er að spilast út akkurat núna, þá sýnist mér baráttan vera svolítið Hilli Hilmar og gæti orðið close barátta þegar alltaf borðinni kvöld, því að Hilmar á eftir að taka harddekkin. Já, nákvæmlega. Og á væntanlega eftir að eyða mun meiri tíma á þeim heldur en Hilli gerði, þannig að ef hann er að vinna upp tíma núna báður að medium, þá á hann eftir að vinna tíman upp þeimur hraðar og eftir og það er 14 hringir eftir, þannig að það er nóg í boði. Ég er að rýna svona í aðeins neðri sætin segja þá þegar 4. og 5. sæti. Það er náttúrulega 3 sekundur á milli Jónæðs og Grétars, en bensínstaðan hins vegar á milli þeirra er þannig að það er alveg möguleiki að Grétar taki aftur fram úr Jónæði þegar þeir fari pittur til að taka minna bensín. Já, þú mennar, kíkum á þetta. Jónæði náttúrulega tók fram úr Grétari þegar þeir fóru inn í pitt á sama tíma til þess að kasta hörðudekjunum. Jónæði tók minna bensín og náði þannig góðu forskoti á Grétari. Grétar hefur haldið þessu forskoti bara í þessum 3 sekundum bara allt þetta stint og það fer að styttast í að þeir þurfa báðir að fara inn í pitt. Þess að Jónæði er með betri framdekk, töluvert betri framdekk, en hann er kominn á ljósið. Þannig að það eru max 2 hringir sem hann getur tekið í viðbót meðan að Hugo er ekki enda kominn á ljósið. Þannig að ef að Hugo við sjáum að þetta er stillt á að við tökum 4 lítra á sekundu eða eitthvað svoleiðis. Já, það er ekki eitthvað svoleiðis.
Þannig að ef að Hugo með nógu mikið meira bensín heldur en Jóna þegar þeir farin í pit, þá geti hann mögulega náð fram úr aftur í pit eða þá allavega verið komist töluvert nær honum og gefa okkur smá slag. Spurning hvort að Hilli hafi gert mistök því að bilið að milli Hilla og Hugo er komið í 0,7 sekundur. Já, þú meinar, það hefur eitthvað kekað þarna. Það er búið að minnka helming. Við sjáum það þegar Hilli klára þennan ring núna. En það er allavega hann er ekki að sjá að sé eitthvað En sko, bilið virðist ekki hafa aukist upp í fyrsta sætið frá Hilla. Það er eins, ef maður horfir bara á bilið á milli fyrsta og annars sætisins, þá virðist eins og Hugo hafi unnið upp tíma frekar en Hilli hafi gert mistök. En þetta er samt alveg fengið eitthvað smá spark í rassinn hann. Greinilega, því að bilið er að minnka ennþá sko. Þannig að það verið að keyra eitthvað hann að fyrstu hringina. Finnst mér nú ólíklegt. Kvísla, kannski er þetta eitthvað kvísli tækni hjá honum. Það geti verið, ég meina hann er með töluvert betri dekk heldur en Hilli og töluvert meira bensín líka. Já. Þannig að Hugo er inn í myndinni þá, klálega. Jóna fer inn núna, en ekki Gretar. Gretar ætlar að taka hring meira á medvíundekkinum. Það er spurning hvort að það sé að fara að virka fyrir hann. Sjáum hérna fylgist áfram með Hugo, hvað hann og Hilli gera. Já. Já, sko. Já, það kemur ekkert óvart að Gretar myndi taka fram á honum í pitstoppinu með það sem þú ert að tala með bensínstöðina. Já, og þeir eru sko bæði Hilli, bilið er búið minnkum sekundu frá því bara einum hring núna í fyrsta sæti. Það kom niður í 8 sekundur og það er 9 bara á síðasta hring. Þannig að það lítur vel út fyrir Hugo og Hilla núna. Þeir eru að sækja á Hilmar sem á hörðudekkin eftir. Spurning hvernig dekkjastaða hjá honum er. Lítið bensín eftir og ekki mjög mikið að dekkjum eftir, þannig að hann ætti að fara inn á þessum eða næsta hring. Hugo núna er komin sko 0,2 fyrir aftan Hilla, hann getur verið að fara að taka fram úr hérna. Já, hann er komin inn í línuna. Hugo, farðu vel, koma svo. Hér eru að sjá baráttu, alveg klassabaráttu. Já, stingur sér síðan inn í línuna, hann bremsar, hann passar upp á að vera ekki að dífa, sko. Nei, þetta var fagmannlega tjekkað hjá honum. En hann er núna bara með kjölsogið í Hilla, sko. Algjörlega, bara og þá fer Hilmar inn í pit. Athyglisvert að Hilmar fer inn í pit núna og sækir þá hörðu dekkin væntanlega. Já, hann átti orðið mjög lítið eftir að bensíni. Hefði hugsanlega getað tekið dekkilega að sé 1-2 hringi viðbót. Þetta verður mjög áhugavert. Erum við að fara að horfa á baráttu, 3 bíla baráttu fyrsta sætið á síðustu hringjunum. Það bara gæti vel farið svo. Þetta er farið að minna mig svolítið á úrvalsdeildina, hvernig keppningarnar eru þar oftast. Það er út með fyrsta stintið þar sem það er rosalega spennu og framúrækstur og alls konar. Svo kemur annað stintið þar sem ekkert gerist og svo kemur þriðja stintið þar sem allt er að gerast. Akkurat. Þegar núna er Hugo bara að sækja vel á Hilla upp á að komast í fyrsta sæti. Já. Hilmar er 23 sekundum fyrir aftan Hilla sem að sýnist mér ekki nóg. Gretar náði ekki fram úr Jónæi með pitstoppinu, kemur hérna út fyrir aftan Sindra. Jónæi er 18 sekundum fyrir aftan Hilmar.
þetta áhugavert, þessu verður áhugavert að fylgjast með, sko. Þetta alveg hörku barða sem við erum að horfa hérna fyrsta sætið. Hugo pressar, Hilli ver, Ferrari versus Peugeot og Hilli að koma inn í pit. Þannig að nú leiðir Hugo og hann á sko nóg eftir að dekkjum og nóg eftir að bensíni. En það er spurning sko hvort að Hilli græði á því að fara á ný medium á þá hringjum sem að Hugo þarf að klára að keyra þessi dekk. Hann á alveg nokkur hringi eftir. Spurning hvort það væri sko betra fyrir að fara bara strax inn í pit til að koma í veg fyrir undercut og þurfa að taka minna bensín heldur en að keyra bensíni til loka og dekkin og vera pínu að tapa á því að vera á eldri dekkjum. Spurning. Hilli náttúrulega komin út núna, hann heldur þriðja sæti, er 5,8 fyrir aftan Hilmar. Já. Það er svolítið að sjá hvað Hugo endar með hérna. En sko, við erum að tala 9 hringi rúma til að vinna upp tæpar 6 sekúndur. Það er alveg geranlegt. Já, þetta er náttúrulega medium móti hard, þannig að... Já. Grétar er komið halva sekúndu í refsingu hérna og er 0,7 á undan Sindra. Hann er búinn að ná fram á Sindra. Þannig er örugglega að fara að missa hann fram á sér aftur. Sindri að næla sér í annan frían framúrakstur í formi refsinga. Anstæðinga sinna. Það tók að mitt fram úr Jónægi á sama hátt á hann. Það er samt spurning. Það er ekkert víst að náist. Nei, Grétar heldur þessu. Já, það er ekkert annað. Nei. Hvað er? Bilið nánast það sama. Það er aðeins búið að minnka þarna. Bilið er að fara, það var ekki 6 sekundur á milli Hilmars og Hilla áðan. Tæpar 6, jú. Já, 5,1 núna. Þannig að hann er að sækja svolítið á, þannig að ef hann nær að halda stríki hann Hilli, þá á hann alveg möguleika á að hreinlega að berjast fyrsta sætið á seinustu hringinn. Og hann er hérna á fjólubláum sektor. Spurning með Hugo. Hugo lítur að fara inn núna, hann er komin á rautt ljós. Gæti Já, hann lítur að vera. Hann er 21 sekundu fyrir aftan, miðað við það sem ég sá áðan, þá er þetta alveg 27 sekundar pittur þegar hann taka bensín. Já. Spurning hvar hann kemur í samanburði við Hilla þegar kemur út úr pitnum. Hann Hugo var mjög nálægt honum og hér fer hann í pit og var mjög nálægt honum þegar að Hilli fór í pit og bilið er ekki nema tæpar 5 sekundur núna á milli Hilla og Hilmars. Þetta stefnir í hörku keppni hérna á síðustu ringjunum. Væri þeimur skemmtilegar að hafa 3 bíla baráttu. Algjörlega, og náttúrulega Hugo verður að medium alveg svo Hilli. Þá muni Hilmar verður að hald. Hugo, hvað er hann að koma út hérna á milli þeirra?
Já, sko, já, Hugo er náttúrulega, hann er að fara harddeck, hann átti hörddekkin eftir. Hann átti hörðu eftir, já. Og hann kemur hérna út bara rétt fyrir aftan Hilla, Hilli rétt slætar fyrir framan hann. Já, það er mjög gott fyrir Hilla út af því að hann er á mediudekk. Já, akkurat. Ég glemdi því í smá stund að Hugo byrjaði á medium. Já, ég get tekið það, ég glemdi því líka. En það þýðir svolítið að þetta er svolítið undir Hilla núna, er hann að fara að ná honum, hann hefur rúma 7 hringi til að vinna upp 4,5 sekundu. Nú veit ég ekki nákvæmlega hver munurinn á milli dekki er per hring, en svona þumaputtareglan hefur oft verið í kringum sekundu, 0,8 rúm sekunda, ég veit það ekki. Þannig að eins og staðan er og miðað við það, þá ætti hann að ná honum. Og hann sér í hann. Bílið er núna komin í 4,5 og hann er að stinga Hugo af. Svo Jóna er á mediumdekkjum og hann er ekki nema 13,3 fyrir aftan Hugo, þannig að komið 4 sekundur, minkar og minkar bilið. Er Hilli að fara að ná Hilmari og næla sér í sigur? Já, váka bilið er að fara hratt. Það væri þá fyrsti sigur hans í fyrstu deildinni. Sér það, sko, Hugo kom út þarna 0,7 fyrir aftan Hilla og bilið er komið til 3 núna bara á einu hring, sko. Já. Við erum bara að tala 3-4 hringi og þetta er orðið barátta. Hilli er klárlega hraðasti maður á brautinni eins og staðan er. Gæti hugsanlega verið að bæta hraðasta hringinn hans Hilmar á þessum hring. Hann er á fjólubláum sektor, þannig að Já, hann er farin að finna lykt af sigrinum, sko. Hann ætlar að nýta sér þessi mistök, mistök eða ekki mistök á Hilmari að vera á softdekkinu í byrjun, veit ekki hvort það voru mistök. Og sko hann er búinn að vinna 3,5 sekúndur á Hugo frá því að Hugo kom út úr pit. Jöp. Það er rosalega. Já. Rosalega peita hann Hilla hérna núna. Þetta stefnir í hörku kapastur á síðustu hringjunum, ekki spurning, svona vilja hafa það. Þú lítur líka út fyrir að segja næla sér hraðasta hring ef hann klára hennar hring án mistaka. Þetta er akkurat það sem hann þarf í sinni stigabaráttu í deildinni, situr í 4. sæti, 6 stigum fyrir aftan Hugo, og hann er að fastest lappstig og, já, flott slæti á honum, fastest lappstig og hérna sigur fyrir langa leið fyrir hann. Spurning hvort að þetta slæt hafi kostað hann hraðasta hring eða ekki, sjáum það núna. Gæti verið. Nei, vel gert. Hann tekur hraðasta hring. Hann er farin að segja Hilmar hérna, ég er á þvílíku peysi og ég er að koma til þess að ná þér. Coming to get ya. Ekki spurning, bilið rétt rúmar 2 sekúndur. Þannig að eftir 2 hringi þá var hann búinn að ná honum. Meðan er því. Akkurat á þessum tímapunkti eru þeir á nánast jafn slitnum dekkjum, hard og medium. Náttúrulega Hilmar búinn að vera töluvert lengur á harddekkjunum heldur en Hilli á mediumdekkjunum. Sjá hvað náði tölur betri exiti. Það hrýnur niður bilið hérna, komið í 1,8 sekúndur.
Það þarf fljótlega að fara að hugsa í varnarmálum sínum. Það er eitt á náðunum og annað að fara fram úr, það vitum við öll. En brauðin er breið. Það er marga brautir sem er gott að verja. Það er aðeins erfiðara að hugsalega á þessari braut, þar sem að hún er mjög breið og með mikið pláss. 1,5 sekúnda núna komin niður, það eru 5 hringir eftir. Og hann sýndi okkur hann líka áðan að Hilli að hann þarf ekkert endilega innri línu til að fara fram úr. Tók glæsilega fram úr honum Hugo á utanverðu áðan. Já, nákvæmlega. Ég held mér sé í replay að því, sko. Ef að renna í eitt replay. Undilega. Þetta er glæsilegt. Virkilega flott hjá honum. Já, bara spurning hvort við fáum að sjá hann endurtaka þennan leik. Eftir örfáar hringi. Bilið ennþá í 1,5. En það virðist vera að hann er farin að sjá verulega í Hilmar núna og Hilmar er farin að finna vel fyrir honum líka. Hilmar með aðeins betra exit. Partar af brautinu sem hann er að skera meira af tímanum heldur en á öðrum stöðum. Wow. Þetta var rosalegt. Hann bjargaði þessu. Nei, úps, fyrirgeðu, ég ætla ekki að gera þetta. Bilið er núna komið niður í sekundu. Við erum að fara að sjá slæginn, hann er alveg að fara að dekka á hérna, hann er byrjað að blikka Hilmar með háaljósinu sínu. Þetta er bara að gerast, 4 hringir eftir, tæpir og bilið komið undir sekundu. The heat is on, dömur og herrar. Það er að detta henni í hörku baráttu síðustu 3 hringir. Ég er búinn að renna yfir restina af griddinu og það er akkurat Sindri dottinn út. Hann gefur Gunnar Karel 7. sæti. Já. Gott exit hjá Hugo, Hilla fyrirgefiði. Þeir að vinna góðan tíma á hann á þessu kafla, náðu góðu exiti. Þetta voru alveg 3/10 hlutar sem að hurfu hann á einu kafla. Það var báðir vel út af þarna. Heldur betur. Við erum að detta í það að séu 3 hringir eftir og baráttan er hafin. Það er bara nákvæmlega svoleiðis. Bara nákvæmlega þannig, hálf sekúndu á milli þeirra. It's on, let's go racing. Er Hilmar að fara að krækja sér í sem fyrsta sigur á þessu tímabili. Og held ég betra að segja Hilli í þessu tímabili. Tæknilega séð var ég ekki að segja neitt rangt. Nei, tæknilega séð. Já, Hilli skulum við hafa það til þess að greina á milli þeirra tveggja. En já, þetta er þá hans fyrsti sigur í fyrstu deild, held ég. Alveg pottet á þessu tímabili. Fyrir svolítið lík gæti verið refsing þarna, veit það ekki.
ekki alltaf að fá refsingu. Nei, við erum ekki það. Nú er það bara, hann að kikka innan á, nei, þetta ekki að taka hennar dífið þarna. Hilmar lokaði á innri línuna. En hann er svo sannarlega komin í dífufæri. Það er akkurat þetta chicane þarna þar sem að Hilli nær aldrei að vinna á Hilmar. En það kemur síðan kafli hérna þar sem að þetta snýst alveg við, sko. Hann er með hítuindekkin, hann er með betra grip, hann nær betra exiti hérna á akkurat þessum kafla hérna sem kemur hérna eftir stóru beina. Þegar hann nær að taka þetta án þess að slæta, þá nær hann alveg þvílíkur rönni á Hilmar hér, sko. Og sér að Hilmar slætar hérna. Þetta opnar þetta alveg fyrir Hilla. Leiðin inn á lokakaflan. Mjög víða og góða línu þarna til að maxa hraðan í beiginni. Hann Hilli. Hilli þurfti að slá aðeins af hérna til þess að gefa ekki allt og snemma og þá hefði hann bara endað aftan á Hilmari. Þetta er ekkert grín að vera með gaur fyrir aftan sig sem er búinn að ná sér á mýkri dekkjum, 2 hringir eftir. Nákvæmlega, og eina sem Hilmar hugsa núna er að halda honum fyrir aftan sig nógu lengi þangað til að mediumdekkin hans er orðin of slitinn til þess að hann geti farið að slást. Hver er eftir að fara inn í dýtt núna, þegar hann haldi ekki eftir. Nei, hann er með skemmt framan og aftan. Ég held bara að mediumdekkin verði bara ná ekkert að fara í það ástand að verða mjög slitnu erfið. Það er bara 2 hringir eftir og dekkin eru bara hálfnuð. Já, það er alveg rétt, sko. Hérna er einmitt kaflinn sem við erum að tala um að Hilmar nær oftast, eða Hilli nær oftast ekki að sækja á Hilmar. En hann nær oftast að halda bilinu jöfnu hins vegar. Þó hann nær ekki að auka það. En við erum alveg dett inn í kaflinn þar sem að Hilli getur farið að sækja á og gera allugu að framúrakstrinu. Það eru mæntalega suma beiruna sem eru góðar fyrir Ferrarín er lippur. Við erum á næst senasta hring hérna innan við 1,5 hringur eftir. Það eru búin með meira en helminginn af þessu hring. Svona viljum við hafa þetta barátta fram á síðasta hring. Þetta er geggjað. Jæja, þá dettum við það, 1 hringur eftir. Það er nú eða ekki. Þetta er rosalega spenna hérna. Næra fram úr. Hilmar er að verja eins og meistari. Staðsetur sér rétt á brautinni. Hilli dróst aðeins aftur úr þarna. Misti smá. En nær hann að vinna þetta tilbaka með betra exiti hér. Nei, slætar aðeins. Þetta lítur ekki vel út fyrir hann. Þetta er mesta bilið sem við erum búin að sjá í langan tíma á milli þeirra. Já, tapaði miklum tíma þarna. Slæmt exit, ekki það sem hann þurfti á að halda. Þetta lítur vel út fyrir Hilmar. Þetta er ekki búið. Það er hann að hanga á þessu. Já, þetta er komið 1,5 sekundu. Ég held að þetta náist ekki. Þetta hefur verið aðeins svo mikil pressa fyrir Hilla. Já. Hann gaf okkur góða tilraun hérna. Já, bremsar hérna svo seint fyrir víkt. Það var heiðarleg tilraun en það lítur allt út fyrir að Hilmar muni halda þessu og taka sigurinn. Það er aðeins nokkra beigur eftir. Það lítur vel út. Búin að mika bili 1 sekundu úr 1,5 hérna fyrir nokkra beigum síðan. En það dugar ekki
Ekki nema Hilmar gerir mistök í síðustu beginni sem ég á nú ekki von á. Sjá hvað er nálægt og bremsar aðeins og sinn. Já, aðeins og víta það. Vel gert. Það er Hilmar sem að tekur sigurinn. Þetta er flotta baráttu við Hilla. Hugo kemur þriðji í mark. Flottur akstur í honum. Og Jóna er einn og yfirgefinn í fjórða sætinu. Með hálfa mínútu næsta mann kláraður í fjórða sæti. Já, Greta náttúrulega fór í pitt þarna fyrir hvað, 2 hringjum síðan út af, eða 3, út af skemmt. Já, það kostar. Það kostar. Hann hefði mögulega dottið fyrir aftan Sindra við það, en Sindri yfirgaf, hann tók hraðasta hring. Já, já, hann hendi líka softegn. Nappaði hraðasta hringnum af Hilla. Já, og Gunnar Karels koma seinustu beygjurnar í 7. sæti með skemmta framan. Já. Það var að síðasta beygjan fyrir Gunnar. Síðasti maður í mark. 7. sæti. Góð stig. Þar hafið þið það. Og þannig endaði þetta reis þá. Með Heisenberg á bakinu Já, helvíti loðir. Það er Hilmar fyrsta, Hilli annar, Hugo þriðji, Jóna Eir fjórði, Gretar G 5, 7. Gunnar Karlsson og Sindri 7. En hann kláraði ekki keppnina en væntanlega búinn með það mikið af henni að hann tilur 7. sætið gerir ráð fyrir. Já, en þetta var alveg hörku keppni þarna topp sætin. Flopp barða Hugo háunum 3. Og Gretar að taka hraðasta hring og seinasta hringnum. Heldur betur að stela hnossinu á honum Hilla þar. Þetta var vel gert. Algjörlega. En já, bara skemmtileg keppni, klálega, og næsta keppni hjá okkur eftir 2 vikur verður á Spa, sem er nú eina af þessum frægu brautum sem að ég þekki bara ekki einn ökumann sem að elskar ekki þá braut. Já, nákvæmlega. Á líka grúp 1 bílum allt þarna 2010-2011 bílum. Já, það getur orðið mjög áhugaverð keppni, þannig að fylgið vel með hér eftir 2 vikur þegar að keppnisvika fer í gangi. Já, og svo er það náttúrulega úrvalsdeildin á morgun á þessari braut að loka þessari keppnisviku. Það verður fróðlegt að sjá hvað gerist á, vonandi verður aðeins betri mæting heldur en í fyrstu deild. Já, ég gerir ráð fyrir því og ég gerir líka ráð fyrir hörku keppni, bara eins og allar keppnir á þessu tímabili hafa sýnt okkur í úrvalsdeildinni að það er alveg klassa ökumenn þar í gangi og munur á milli ökumanna mjög lítill, þannig að eins og við horfum bara í síðustu keppni í Kanada, það var voða lítið að gerast í öllum deildum, þangað til úrvalsdeild kom sá og sigraði með þvílíkri keppni. Þannig að það má alveg búast við stórveislu hérna annarkvöld. Þannig að endilega stiklið ykkur inn og fylgist þið með. Já. En ef við ekki bara kalla þetta gott í kvöld og segja sjáumst á morgun. Það hugsa ég. Glæsilegt. Við bara þakka fyrir okkur og endilega kíkja á heimasíðan okkur á Facebook. En öðru leyti bara sjáumst aftur á morgun. Bye bye. Já, verið sæl.